Komið heil og sæl, við heilsum ykkur hérna að austan. 10 ár eru síðan að Alcoa Fjarðaál hóf starfsemi sinni á Reyðarfirði og tímamótunum var fagnað helgina. Við ætlum að kynna okkur hvernig það að vinna í álveri og einnig hvort tilkoma þess hefur haft einhver samfélagsleg áhrif. Og ég eiginlega að hugsa það með hálfgerðri skelfingu. Hvað hefði gerst í sjávarbyggðunum hér eystra ef Alcoa Fjarðaál hefði ekki komið til? En við hefjum leikina þessu sinni í þvottaveldinu á Breiðdalsvík. Það alltaf svo gaman að mæta í vinnuna og við Kalli tölum einmitt það. Okkur hlakkar bara til að mæta í vinnuna og við setjum bara útvarp á og hlustum á tónlist og dönsum og höfum gaman og þannig það svona svolítið andinn hérna á okkar vinnustað. Það kjarnakonan Sigríður Stephensen Pálsdóttir sem stendur á bak við þvottaveldi á Breiðdalsvík sem hóf starfsemi í sumar. Við hjónin vorum svona spá spökulegra fyrir vetur. Við fluttum hingað austur fyrir 2 árum og höfðum áður búið í Reykjavík og maðurinn minn fæddur uppalinn hérna á Breiðdalsvík. Og ég menntaður félagsráðgjafi og hef verið að starfa við það í Reykjavík. Og var svona að feta mig svolítið í atvinnumálunum hérna fyrir austan og búin að bæði að prófa að kenna og prófa að vera námsráðgjafi og svona. Mér langaði svolítið að gera eitthvað nýtt, gera eitthvað annað. Mér langaði að starfa í sveitarfélaginu inn á Breiðdalsvík við börn sem að maður vill náttúrulega vera nálægt á daginn og erfitt að vera að keyra alltaf firðina. Þannig að við fórum að hugsa hvað getum við gert, hvað vantar hérna, hvað þjónustu vantar. Og eftir að hafa talað við vinafólk okkar sem rekur lítinn gististað hérna í Berufirði þá ákváðum við það að stofna þvottahús og bara fara að sinna litlum og meðalstórum gististöðum hérna á Suðurfjörðunum og hérna fyrir austan. Já, það var ekkert verið að tvínána við hlutina. Ákvörðunum var tekin í byrjun mars og rekstur hófst 1. júní. Sigríður segir þau hafa fengið digga aðstoð frá nýsköpunarmiðstöð og brothættum byggðum í undirbúningsferlinu. Þannig í rauninni hafið þið ekkert vitað annars vegar rekstur og hins vegar þvottahús áður en fóruð af stað? Nei, í rauninni ekki. Við bara ákváðum að hoppa út í djúpulaugina og prófa og sjá. Og við bara fengum líka svo jákvæð viðbrögð bæði frá sveitarstjórninni hérna, verkefnastjóranum og oddvitanum og það voru einhvern veginn allir svo ótrúlega jákvæður og peppar fyrir þessar hugmynd. Þannig að við gátum ekkert annað heldur en bara drifið þetta í gang. Það voru því ófá handtökin sem þurfti að vinna þessa tæpu 3 mánuði. Við erum hérna í Snorrabúð, gömlu húsi sem var veiðafæra verkstæði. Og svo síðan meir var fiskvinnsla í þessu húsi, þannig að við þurftum að taka algjörlega gegn. Við bara gerðum það fókhelt og byggðum það svo upp aftur með þarfir þvottahús í huga. Og það náttúrulega þýddi það bara að rífa veggi og steypa gólf og smíða allt upp og nýtt og náttúrulega nýtt rafmagn og pípulagnir og allt sem þurfti bara endurnýja. Það er heldur betur nóg að gera í þvottahúsinu og 2 föst stöðugildi hafa skapast. Það fyrsta sem ég gerði í raun og veru eftir ég var búin að taka ákvörðun að stofna þvottahúsi var að fara af stað með svona óformlega markaðskönnun. Ég bara hringdi í gististaðina hérna á svæðinu og heyrði og spjallaði við fólkið hvort það væri að fá þjónustuna aðkeypta eða hvort það væri að þrífa sjálft og ef að ég færi af stað með þetta fyrirtæki hvort það vildi koma í viðskipti við mig. Og ég fekk ótrúlega jákvæð viðbrögð þannig að það var nú bara auðsótt að fá þennan viðskiptahóp sem ég er með í dag og stanslaust að bætast í. En svo erum við með þjónustusvæðið okkar í dag nær frá Stöðvarfirði og alla leið suður í Hamarsfjörð og við erum með alla þá gististæði sem ekki að þrífa sjálfur hér í Breiðdal. Þannig að við getum bara verið sæl með það og það er alltaf að bætast í og við sjáum fram á aukningu núna strax í haust. En hvernig hefur gengið að fóta sig í nýju umhverfi á þessum fyrstu mánuðum? Þetta hefur verið ótrúlega lærdómsríkt og að líta tilbaka mér finnst þetta bara skemmtilegt, mér finnst þetta bara skemmtileg reynsla og ég held að við sem alveg komin yfir erfiðasta hjallan, búin að læra á allt og komið með svona bara okkur kerfi, hvernig við vinnum hlutina og þannig að þetta er bara farið að ganga mjög vel núna. Þú ert líka búin að læra ansi mikið á þessum tíma? Heldur betur. Bæði náttúrulega þessir verklegu þættir, hvernig á að reka þvottahús,
og læra á vélarnar og allt það. En líka bara, þú veist, rekstrarhliðin og alls konar leyfi og fleira sem að þurfti og búa til viðskiptaáætlun og þannig að þetta er búið að vera mikill skóli. Þvottahúsið er vel búið, bæði í tækjum og líni. Við ákváðum það að kaupa bara öll tækin í. Náttúrulega fylgir ákveðin ábyrgð og við treystum því treystum því ekki að kaupa eitthvað nota sem við vissum ekkert hvað var. Þannig að við keyptum öll tækin okkar hjá GK heildverslun, strauvélina og þvottavélarnar og þurrkarana. Og svo keyptum við náttúrulega lín, við leigjum út lín. Við erum með náttúrulega handklæði stór og lítil og baðmottur, kottaver og sænguver og hinnar ýmsu stærðir af lökum og þetta keyptum við allt nýtt og erum að leigja út. En svo erum við líka náttúrulega að þrífa bara, aðalega getur náttúrulega komið bara með sitt lín og við þrífum og straujum fyrir þá ef þeir vilja. Og erum svona náttúrulega bara eins og fylgir eins og Airbnb og með tuskuþvott og viskustykki og fleira sem við á. Með náttúrulega breytingunum á húsnæðinu sem var náttúrulega langstærsti svona kostnaðarliðurinn og vélakaupin, þá er þetta eflaust framkvæmd sem hleypur nánast upp í 20 milljónir reikna ég með. Við vildum bara vanda okkur. Við vildum gera þetta vel, við vildum eiga góðar vélar, við vildum eiga fallegt og vandað lín sem fólk myndi vilja leigja. Og við leggjum upp úr því, við erum ekkert að leggja upp á magninu, við erum að leggja upp á gæðunum og persónulegri þjónustu. Þvottaveldi berðist glöggt merki að aðstandendur þess hafa áhuga á innanhúshönnun. Auðvitað er þetta iðnaðarfyrirtæki og vinnslusalurinn hjá okkur er náttúrulega svolítið svona industrial, svolítið hrár og eðli málsins samkvæmt. En mér þótti svo mikilvægt að þegar þú kæmir inn í fyrirtækið og eins og kaffistofan okkar og skrifstofan mín og svona þetta rými sem þú kemur inn í að það myndi bjóða svolítið velkomin. Þú værir að upplifa að þú værir frekar að koma inn bara hreinlega á heimili, eitthvað svona kósí stað, heldur en þú værir að koma inn í þvottahús. Mér þótti það mikilvægt. Bæði ég og Kalli erum hálfgerðir húsbúnaðarperrar og lesum öll blöð og horfum á alla svona sjónvarpsþætti sem við komumstum yfir sem snúa að þessu. Sigríður og Kalli eru með alls konar framtíðardrauma varðandi fyrirtækið. Þetta eru sjampó og sturtusápur og svona fyrir hótel sem við erum með umboðssölu fyrir frá hótelrekstri. Við ætlum að byrja bara á þessu, byrja bara smátt og draumurinn er náttúrulega að vera með einhverja ótrúlega smarta hillu með inniskó og baðslopp og eitthvað svona fleira. Allt sem þarf til að gera deluxe herbyggi. Akkurat, en við ákváðum að byrja bara í hænuskröfum, byrja bara smátt og það kemur vonandi bara seinna sko. Þannig að við bugustum ekki algjörlega. Grennum vonið hvort annað. Já, nákvæmlega. Eru þið svolítið í því? Nei, það hefur sloppið til, við eigum þemalag. Sem er þemalag fyrirtækisins. Já, grenja með baggalút, þannig að þegar við erum að bugast, við erum að fara að gráta. Þá setjum við það á. Og dönsum við straumurna. Já, nákvæmlega. Og syngjum hátt. Og þá hættum við að grenja. Já, nákvæmlega. Sigríður segir samfélagið taka nýju viðbótinni vel. Það er búið að vera ótrúlega mikið rennir í. Sérstaklega náttúrulega fyrstu dagana og fólk er enn að koma og setjast niður og fá sér kaffibolla með okkur og mitt fá að heyra hvernig gengur og ég fer ekki út í búð öðruvísi heldur en í þessu spurn sko, hvernig gengur og ég verði að fara að koma að kíkja eða það var svo gaman að kíkja á því þegar ég kom síðast, má ég koma aftur og þannig að við höfum bara fengið jákvæð viðbrögð. 10 ár eru síðan að Alcoa Fjarðaál hóf starfsemi á Reyðarfirði og var áfanganum fagnað með veglegri afmælisveislu síðastliðinn laugardag. Í þættinu tökum við 3 einstaklinga tali sem að allir eiga sinn þátt í uppbyggingu fyrirtækisins. Smári Geirsson var einn þeirra sem barðist lengi fyrir tilkomu álversins gegnum sitt starf, en á þessum tíma var hann sveitarstjórnarmaður, auk þess að gegna embætti formanns sambands sveitarfélaga á Austurlandi. Sveitarstjórnarmenn hafa barist fyrir því að orkan í þessum landsfjórðungi yrði nýtt til atvinnuuppbyggingar í 60-70 ár. Það er á 5. áratug síðustu aldar sem sú barátta hefst og hún skilar ekki árangri fyrr en kemur að álversuppbyggingunni sem við erum nú að ræða. Þetta var sem sagt löng barátta og oft á tíðum mikil vonbrigði í tengslum með hana, en það er alveg ljóst að menn töldu
að það skipti miklu máli að menn nýttu það sem að fjórðungurinn hefur til atvinnuuppbyggingar og það þessi orka. Ég tók þátt í því sem sveitarstjórnarmaður að ganga á milli stofnana og fyrirtækja syðra og reyna að fá þau til þess að byggja upp starfsemi hér eystra. Það gekk vægast sagt illa. Og það voru alltaf einhverjar ástæður fyrir því að slík verkefni gengu ekki upp. Við hér á Austurlandi vorum fjarri helstu markmiðum. Allur mannfjöldinn á suðvesturhorninu. Nú, flutningar voru dýrir, kostnaðarsamir, erfiðir. Nettenging var nú eitt af því sem skipti orðið þarna verulegu máli. Hún var óörugg, nettengingin og kostnaðarsöm. Nú, við vorum og fjarri að mati margra helstu menntastofnunum landsins og það voru alls konar svona rök fyrir því sem gerðu það að verkum að þetta gekk ekki upp. En við höfðum eitt, við höfðum orku sem að hægt var að nýta og menn höfðu lengi barist fyrir því að þessi orka yrði nýtt í þágu landshlutans, í þágu atvinnuuppbyggingar. Og það það sem skiptir máli. Og þetta tókst sem betur fyrir. Hverju hefur koma álversins breytt fyrir samfélagið? Alcoa Fjarðaál færði okkur fyrst og fremst störf. Og austfirskt samfélag þurfti svo sannarlega á þeim að halda. Í álverinu eru eitthvað í kringum 500 störf og hjá þeim fyrirtækjum sem þjónusta álverið og eru staðsett gjarnan á álverslóðinni eru í kringum 400 störf, þannig að á álverssvæðinu eru í 900 störf og þetta var þessu samfélagi gríðarlega mikilvægt. Við höfðum upplifað hér fyrir tilkomu álversins samdrátt, nánast ár frá ári og þegar við börnumst fyrir álverinu þá var það nokkuð sýnt að það yrði mikill samdráttur í sjávarútvegi. Fækkun starfa þar var fyrirsjáanleg og það reyndist að rök og reist vegna þess að það kom í ljós að hér var frystihúsum lokað og rækjuverksmiðju lokað og fiskimjölsverksmiðju lokað og skipum fækkaði og þar fyrir utan hafði tæknivæðingin í sjávarútvegi þau áhrif að störfum fækkaði mikið. Og ég eiginlega hugsa það með hálfgerðri skelfingu. Hvað hefði gerst í sjávarbyggðunum hér eystra ef Alcoa Fjarðaál hefði ekki komið til? Tilkoma álversins breytti mörgu, breytti meðal annars viðhorfi fólks til framtíðar búsetu og breytti viðhorfi ungs fólks varðandi það að setjast að hér eystra og við upplifðum það að fólk flutti hingað í ríkum mæli eftir að framkvæmdir við uppbygginguna hófust og þetta var mjög gjarnan ungt fólk sem kom hingað, fólk sem hafði menntað sig og þetta þýddi það að menntunarstig íbúanna fór upp og þetta hefur að sjálfsögðu samfélagsleg áhrif. Nú, þetta kom hreyfingu á ýmislegt, þjónusta jókst í samfélaginu, aldursamsetning íbúanna breyttist, þannig að aldurstríð var miklu eðlilegra og æskilegra heldur en að hafði verið. Framkvæmdir hófust, byggingarframkvæmdir til dæmis sem höfðu verið mjög litlar og hverfandi áratugum saman jafnvel. Þetta hafði áhrif á fasteignaverð og þar fram eftir götunum. Þannig að áhrifin eru svo margvísleg og þegar upp staðið þá hafði tilkoma álversins það í för með sér að atvinnulífið varð fjölbreyttara
en það hafði verið. Nú, samfélagið varð sterkara, bæði í atvinnulegu tilliti og efnahagslega. Við erum hér á áhrifasvæði álversins með mjög háar meðaltekjur fólks og það eru ekki síður vegna mjög sterkra sjávarútvegsfyrirtækja sem við erum svo heppin að eiga á þessu svæði. Við vitum það að mjög stór hluti af vöruútflutningi landsmanna kemur frá þessu svæði. Síðast þegar ég kynnti mig það þá benti allt til þess að yfir 20% af vöruútflutningi landsmanna kemur frá Fjarðabyggð. Þannig að þetta eru hreint út sagt ótrúlega tölur. Sveitarfélagið er auðvitað tekjuhátt og mjög sterkt Fjarðabyggð og almennt séð nýtur allt svæðið sem að álverið hefur áhrif á góðs af því að það skuli vera hér til staðar með sína starfsemi. Smári er einnig sáttur með hvernig fyrirtækið hefur komið inn í austfirskt samfélag. Fyrirtækið hefur reynt að aðlaga samfélaginu og hafa jákvæð áhrif í samfélaginu, hefur styrkt margvíslega starfsemi, stutt samfélagsverkefni af ýmsum toga, þannig að í flestum tilvikum þá er tilkoma álversins í okkar samfélag bæði mikilvæg og jákvæð. En hljóti ekki að vera einhverju ókostir? Þegar að þetta fyrirtæki kemur inn á svæðið og þetta er vaktavinnu fyrirtæki, vegna þess að álverið gengur allan sólarhringinn, alla daga ársins, að tiltölulega stór hluti íbúanna vinnur vaktavinn. Vaktavinna er stunduð í sjávarútvegsfyrirtækjunum á vertíðum og síðan auðvitað er þetta í álverinu líka og það hefur ákveðin áhrif á samfélagsgerðina. Og að sumu leyti má segja að þau áhrif séu ekki jákvæð í félagslegu tilliti. Þannig að það eru ýmis atriði að sjálfsögðu sem að hægt er að benda á sem svona, neikvæð eða allavega, maður er ekki vissum að þau séu jákvæð, en það er nú bara sjaldnast þannig í lífinu að þú fáir allt. Og ég held að við höfum fengið með álverinu mjög mikið og hið neikvæða sem að því fylgir sé í reyndinni hverfandi miðað við hið jákvæða.